þá byrjar maður að taka ysta lagið af lögnum áður en maður kemur inn í það sem maður ætlar að skera og setja á pitsuna eða í pottreikning. Og það sama gerist með vatnsstrókana. Og hvernig getum við fengið öll þessi lög af lögnum til að vinna fyrir okkur? Jú, það með því að búa til í tækinu þrýstiloftsfráðana og taka öll þessi lög af vatni sem eru inn í vatnsdropann og búa til eina kúlu per lag. Þannig að það kemur hluta til þarna nafnið á kerfinu, það heitir 1-7, þannig að við tökum vatnsdropann og búum til svona cirka 7 fróðurkúlur úr hverjum vatnsdropa. Þannig að við erum búin að sjöfalda yfirborðið af vatnsdropanum. Þannig að þegar einn af þessum fróðurkúlum sem hafa vatn utan á, þegar þær gufa upp og taka orkuna úr eldinum, að þá kemur næsta og næsta og næsta. Í staðinn fyrir, eða þær vinna kannski, það fara kannski 5 fróðurkúlur í fyrsta, í staðinn fyrir að vera þurfum að bíða eftir vatnsdropa. Og þar með, þá gufar vatnið upp hraðar sem gerir að við þurfum minna vatn til slökkvistarfsins heldur en að hafa. Því að með froðunni þá fáum við einnig lím og við getum límt vatnið upp í þakið. Það segir sig sjálft að þegar hitinn fer upp, þá mesti hitinn þarna uppi og það er best að líma vatnið þarna uppi og ekki bara niður á gólfinu. Því allt vatnið sem lendur á gólfinu gerir akkurat ekki neitt annað en að búa til eyðileggingum. Sem sagt, líma vatnið upp í loftið eða á veggina eða á tækið sem á að slökkva. Það er aðferðin. Og þá leið að við erum búin að líma vatnið á veggina, að þá hætta veggin að gefa frá sér gas sem gerir það að eldurinn sem nærist á gasinu í miðjunni, hann brennur út og þá er það frítt inn fyrir okkur að klára dæmið. Hljómar þetta lógískt? Þá erum við sammála. Og hvað, til að gefa ykkur bara típiska mynd. Slökkvibíll, 3000 lítra af vatni, við tökum eitt úttak, blöndum í bílnum og notum 150 lítra á mínútu í venjulega 38 mm slöngu. Og svo blandum við fróðurhvatanum, í þessu tilfelli af fróðurhvatan, og svo blöndum við í lofti. Þannig að það sem kemur út af slöngunni á mínútu er svona rúmlega 1050 lítra, eða 1100-1200 lítra af slökkvuefni, en þar af er 150 lítra vatn. Þannig að þegar slökkviliðið keyrir af stað að heiman með sinn venjulega 3000 lítra bíl, að þá er það eiginlega með 24.000 lítra pampbíl með sér. Og að því að slökkvuefni virkar öðruvísi heldur en virkar hraðar, að þá dugar bíllinn mun lengur heldur en hefðbundinn bíll. Þannig að ef að slökkviliðsmaðurinn opnar bara stútinn einu sinni og lokar hann aldrei, hann bara opnar stútinn og svo keyrir hann. Það er 20 mínútur sem hann hefur á tankinu, á slökkvibíl. Og 20 mínútur, það er ansi langur tími. Nefnt ykkur dæmi bara frá í gær. Við vorum með æfingu út fyrir Brunavarti Suðurnesja og allar æfingarnar sem við gerðum, við notuðum aldrei meir en 150 lítra per æfingu. Hvort sem að við vorum með innanhús, bíl, gám eða bát. Benni, hvað notar maður marga lítra í eina æfingu með hefðbundna hætti? Allavega bíli. Allavega bíli, já. Það kemur stemming. Ég ætla að sýna ykkur hérna svolítið stærri húsbruna sem að þið eru ekki með sama skjá og ég. Ég ætla að sýna ykkur aðeins stærri húsbruna þar sem að þetta kemur dálítið vel fram hvað gerist. Og svo var hann hérna einhvers staðar. Þessi er góður. Inn í þessu húsi var kveikt
Og í hlutanum sem hérna hægra megin, það sem logar út, það svefnherbergi með rúmum og stólum og skápum og fataskápum og gardínum og bókahillum. Allt bara eins og það væri svefnherbergi í dag. Og reyndar svolítið gamlar möblur, þannig að það kveiknar mun hægar í þeim heldur en nútíma möblum. Og herbergið hérna vinstra megin, það opin hurð á milli, herbergið vinstra megin var tómt. Það var bara stórt gólfteppi á gólfinu og svo parkett, svona furuparkett. Við kveiktum í og létum brenna í 8 mínútur vegna þess að það var tíminn sem maður myndi taka fyrir slökkvilið á þessum stað að koma að þessu húsi. Og hérna er sem sagt markmiðið, það er að gera eins mikið og hægt utanfrá áður en maður fer inn og svo taka eftir slökkunina með blásara og hérna slökkva. Þið sjáu hvað gerist hérna þegar hann er búinn að opna stútinn í bara nokkra sekúndur og við fáum útblástur hérna vinstra megin og töluvert sog hægra megin. Er einhvers veginn getur svarað með því af hverju við fáum svona mikinn útblástur hérna hægra megin? Nei, vinstra megin. Siggi mátti ekki svara og við fyrst að vita ekki gær. Froðan er að markvalda sig í rúmmáli og íta út með þetta. Jó, froðan eða vatnið. Já, vatnið gufar upp og þegar vatnið gufar upp þá myndar það undirþrýsting og þrýstir öllu frá sér. En leið fáum við líka sog með bununni. Bunan sogar líka með sér þrýst loft sem að gera það verkum að við fáum tvöfaldan effekt. Að bæði fríst loft sem kemur inn og að fyrstu froðukúlurnar byrja að gufa upp og þá þenjast það upp. Af því að við setjum þarna 1000, ef við setjum 1 lítir af vatni þarna inn og þá stækkar það í rúmmáli næstum 1000 sinnum við 400 gráður. Þegar það er svona gulir logar þá erum við komin upp í 700. Við höldum áfram og hann sprautar inn. Af hverju er allt kolsvart vinstra megin núna? Það er vegna þess að brunagösin sem voru að brenna þarna inni fá ekki næringu lengur. Það er að segja, þessi fyrsta buna er búin að líma vatnið upp í þakinu og hindra að það komi meiri gös frá þakinu, það sem er að heitast. Þannig að það kom ekki lengur í gegnum hurðina og inn í hítaherbergið gös sem að geta brunnið. Þau eru orðin það köld. Hann heldur áfram og ákveður það að þetta sé bara komið gott í þetta herbergi en að því að hann veit að hann þarf að fara upp tröppuna sem kemur í hítaherbergi. Þá fer hann svona í kringum húsið, notar aðeins undir þakkantinn og svo sprautar hann beint upp í þakið og hreyfir stútinn aðeins svona til að dreifa slökkviðefninu í þakið, í herberginu þar sem hann veit að hann á eftir að koma inn. Svo notar hann vinklana. Við notum svona 30 gráður í hvora átt frá miðjuaxi. Og núna er reykurinn orðinn þannig út báða gluggana nánast alveg hvítur. Það koma aðeins logar út gluggan þannig hreinlega vegna þess að þú nærði ekki að hitta vegginn sem er við hlíðinu á glugganum. Svo setur hann í gang blásara og svo fylgir hann loftstraumnum með frísk loft eftir því sem að blásarinn blæs inn og upp tröppuna og fer og sest efst í tröppuna og byrjar á því að leggja froðu í þakið á herberginu sem hann ætlar að fara fyrst inn í. Og maður sér það þarna, hann er að segja að hann hýttir aðeins í gluggann. Þá dregur það með sér meira. Og svo heldur hann áfram inn á hurðinni og slekkur restina. Í sjálfum sem gerist ekki meira og við sjáum ekkert sérstaklega meira á þessu vídeó. Við farið alveg hérna fram í endan. Það er hann að klára eftirslökkunina í hólfinu, brunaherberginu. Það sem að húseigandinn eða tryggingafélagi vinnur á þessu er að eftir að slökkvistarfi var lokið
þá var gólfið alveg fullt. Það var ekki einu sinni rakt. Það eina froðan eða vatnið sem fannst í herberginu, það var í rúminu og stólnum þar sem brunin hafði uppátt. Af því að þar var maður að leggja vatnið svona niður í glóðina sem var komin niður í stólnum. Og hvað notuðu þeir mikið af vatni? Ég var búinn að gefa ykkur svarið áður. 150 lítrar á mínútu. Og þeir hafðu einmitt stútinn opinn akkurat í 1 mínútu saman. Þannig að í þetta fór 150 lítrar af vatni og hálfur lítur af froðu. Sýn ykkur aðeins hérna af hverju. Þetta er mynd líka frá tilraun sem var gerð í Frakklandi, þar sem var verið að bera saman mismunandi slökkviaðferðir og slökkvitækni. Og þið sjáum myndina þarna til vinstri að rétt fyrir aftan, rétt þarna þar sem er appelsínugult svæði, þar satt slökkviliðsmaður með hefðbundinn stút, með hefðbundinn vinkil og slekkur. Og þar sem þetta mælir, það er mesta kælingin og hún verður blá. Og mesta kælingin í þessu tilfelli, hún er svona 2,5–3 metra fyrir framan slökkviliðsmann, en svo hinum megin við 2,5–3 metrana, þá er ekkert stórt að gerast. Þannig að hann er bara að kæla gösin akkurat beint fyrir framan sig. Hægra megin, þá situr slökkviliðsmaður á sama stað með vonsemin og mesta kælingin, hún er á veggjarnum lengst í burtu. Og það er akkurat þar sem að gösin er að myndast, þannig að við erum í rauninni miklu hluta til að skjóta í gegnum brunagösin og á veggjum einangra, stoppa framleiðslu brennanlegra gasa og þar af leiðandi brenna gösin út og það verður miklu betra umhverfi fyrir slökkviliðsmennina inn í og það er fljótara að slökkva. Siggi, viltu segja okkur frá því þegar við fórum inn í gáminn í annað skipti í gær, hvað við gerum sem var óvinnur? Já, við fórum bara inn alltaf og stóðum í raun og veru allan tíman. Já. Meðan alltaf hefðbundið er þegar við förum inn í svona þá höldum við okkur niðri út af hitanum. En það var orðið bara notalegt þegar við vorum búin að þennsla gáma veggina, skilur, og þá var bara ósköp þægilegur hiti. Samt vorum við búin að kynda gáminn ágætlega upp, sko. Yfirtöfnum gáminn. Þetta er einmitt það sem er munurinn. Ég veit ekki hvort það hafi verið með finna í sána. Þeir eru alveg óbúslegir hvernig það er kynda sána. Þeir eru með sko hérna fötuna og hausuna og það er bara alveg stöðugt, sko. Þá verður rakinn svo óbúslegur í sánunni að Íslendingurinn, hann bara leggst á gólfið og skríður út. Og það er að miklu hluta sama sem gerist hérna. Ef maður er að slökkva eld með raki, þá náttúrulega verður uppgufunin svo óbúslega mikil og mikill raki. Það er eiginlega ekki hitinn sem tekur mann, heldur rakinn. Þegar maður er að slökkva með þessum hætti þá er maður að nota miklu minna vatn og að því að froðukúlurnar nýtast bara þegar að þeirra tími er kominn. Að þá verður rakinn mikið lægri þó við séum kannski jafnvel í sama hitastíma. Og það er þurr sána. Ég fór eftir æfinguna í gær og fór mér í Laugardalslaug og satt lengi í einbaðinu. Það er einmitt til þess að opna svitakirtlana og sleppa drullinu út sem ég hef búin að gefa mig út á yfir daginn. Og það er mjög gott einmitt í einbaði að gera það, en ég myndi ekki vilja vera í einbaði inn í slökkvistarfinu. Við tökum þá samanlíkjum. Ég á nokkra finnska vini, það er helvíti að fara með þeim í sána. Það er önnur froða, ég hef ekkert útskýrt meira en að þetta sé froða. En við erum með tvær mismunandi froður sem við kallum það blautfroðu og þurrfroðu. Og blautfroða
hún er sem sagt blöndunarhlutfall 1 hluti vatns á móti 6 hlutum lofts. Það köllum við fyrir blautfroðu. Hún er notuð til þess að slökkva í svona flest öllu sem brennur, nema efnum sem hafa kröftug áhrif af vatni. Og þegar við förum í svoleiðisefni, þá höfum við takka á bílum og ýtum á hann og þá fáum við það sem við kallum fyrir þurrfroðu. Og þá er sem sagt 1 hluti vatns á móti svona 20 lítrum lofts. Þannig að hún verður alveg eins og rakfroða og gerir það verkum að við getum bæði límt hana á veggi og nota hana beint á fljótandi ál og magnesium. Það er vegna þess að þá er vatnið orðið svo lítill hluti af froðunni að við fáum ekki þessar vökvasprengingar sem gerast annars í áliðu vatni. Og með þurrfroðunni þá lítur þetta það til svona út ef maður sprautar henni á vegg og er aðalega ætluð til að einangra eða nota í bruna í litlum lokuðu rýmum eða á efni sem eru taka mjög mikið áhrif af vatni. Hérna er eitt dæmi. Þetta er tekið þegar aðalslökkubíllinn á stöðinni kemur á svæðið. Þarna hafði farið út 1 bíll, 2 menn, 300 lítra vatni á transporter. Þeir ákvaðu það mjög fljótlega að þetta hús væri kannski komið aðeins langt fyrir það til að tækla með svona lítlum bíl og ákvaðu heldur að verja þarna þessar hlöður. Og myndin er tekin það bil korteri eftir að þeir koma á vettvang þegar næsti slökkubíll kemur og þeir eru að nota þurrfroðu með 50 lítrum á mínútu en þeir náttúrulega nota bara stútinn til þess að leggja froðuna á vegginn til að hindra að geislahitinn fari í hlöðuna og taka hana líka. Með því þá skulum við fá smá kaffi og vínarbrauð hérna frammi. Ég finnst það alveg gott svona að fá íslensk vínarbrauð, það eru mikið betur enn í Noregi. Bara 10 mínútur eitthvað svolítið.